Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir: Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann, því lífið er ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga, og hvort sem það er af mannavöldum eða náttúruhamförum. Við þurfum að fylgja Jesú og biðja hann að bera með okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul, og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf, þorp sem hann fæddist í og ólst upp við, og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar, framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði að eignast bát og fiska mikið, og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskaði mikið, og við eignuðumst annað son og allt var gott. En ógjafan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla, og einn þeirra var Bakkus sem tók völdin í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu og allir skemmtu sér vel í fyrstu, en svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei, það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja, og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og illsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að hraka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neinn. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt væri þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst, og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum, því óttaðist að fá vondafréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neisti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér, okkur báðum og fjölskyldunni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá, koma til mín. Og Jesús kom til mín og sagði, trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri, en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósið. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsvorkunn og vanmætti. Ég upplifði aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Og trú mín drukknaði öllu þessu volæði, mér fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta
engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðans Gísla á Uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast vínar, þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi Drottinn lýstu mér, svo lífsins veg ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smá vonanesti í hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifðu þetta og horfðu upp á þetta og ólust upp við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pabbi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu en gat það ekki. Hann gat ekki að horfa upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfur Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpuð, eins og Davíð segir í Sálmi 139, 14. Ég lofa þér fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesú Kristi sem tók syndi mínar á sig. Og í Efesusarbréfinu 2:10 segir: Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir í 12. kafla 13. versi: En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit. Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mig hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í 1. Korinthubréfi 6:19-20 segir: Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda, sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsami því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli og sjálfsvorkunn og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mér kjark til að ganga áfram í trú, eitt skref í einu. Og í Sálmi 18, 37. og 7. versi segir: Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítillæti þitt gjörði mig mikið. Þú rýmdir til fyrir skrefi mínum og ökkla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunni við að takast á við sjálfa mig, eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég var styrkari
og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraustið óx, eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kapla, 14. til 16. vers segir: Þér eru vinir mínir, ef þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérhvert það sem þið biðjum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem ég bið hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir: Svo langt sem austur er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt, og hann segir ég sé sterk. Ég er valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrktist enn og ég komst að því smátt og smátt að illska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, illska er ekki rekin út með reiði eða illsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleiddur af sjálfum Guði og frelsarunum, Jesú og heilugum anda. Og í 1. Korinthubréfi segir í 13. kapla, 13. versi: Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og er gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrgð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbeindi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum, því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilugum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig á ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífið varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallað sér að Bakkusi, eða Satan, sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn, sem er sjálfur myrkra höfðinginn og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist, og mig langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag, og kveðja allar kaldar nætur vil, og kannski fæ ég ró við sólarlag. Ég vil að mínu viti það, að vorið hef ég elskað marga stund, og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á Drottins fund.
og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem á marga lund, þá enn á mína vini vona ég, að veiti þér mig lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann, hjá mér fær laun á himnum, segir hann. Hann kvaddi þennan heim 2. október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krists, þá verður hann boðinn velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður, eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég sannfærð að við hittum þá báða á himnum þegar Drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar Guðspjalli 3:8 segir: Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þyt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krists gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefið aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi, bát og fiskverkun vegna óheiðarleika manna, þá trúi ég á sjálfan Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósið. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfiðleika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmana og sorgmæddir. Margir í sjálfsvígshugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgarar eru svo einmana. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orðið fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnvel gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar eimsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð, en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum engar sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og enginn elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldinn miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sé góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin. Þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðaleysi og kjarkleysi, einmanaleiki heltekur mann þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leyfi Guði að koma af stað og leyfi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir: Kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigið þekkt. Og Jeremía 1:19 segir: Þótt þeir berjist gegn þér,
þá munu þeir eigi yfirstíga þig, því ég er með þér til þess að frelsa þig. Drottinn segir það. Það er sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesú gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elskuð, við erum frábær og við erum sterk og okkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og bera okkur byrðar, því við erum ekki ein, því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur, ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina, velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3: Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar, því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmædd þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefumst ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu, því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja blessun. Því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.